Jæja, þá erum við komin í fjórða hlutan að hvernig við ræsum SPSS. Ég var eiginlega búinn að lofa ykkur að sýna ykkur tvær leiðir til þess að ræsa SPSS. Hefðbundna leiðin er að fara hér í startknappinn og velja hér All Programs. Við sjáum þegar ég gerir þetta aftur að SPSS kemur hérna upp vegna þess að ég nota það svo oft. En það sem að þið hafið vantarlega ekki notað þetta oft áður en þið komið í þetta námskeið, þá þurfum við að fara hérna allt All Programs segi ég og velja þá IBM SPSS Statistics og við getum kveikt á forritinu hér með það að smetla hann hnapp. Þetta er svipað og ferði í Microsoft Windows og opna þannig Word. Það koma tvær línur hérna. Við veljum það sem stendur IBM SPSS Statistics 20. Það gæti verið komið 21 þegar þið hlustið á þessu upptöku. Það gæti verið að því sem með forrit eldri útgáfan 20, það er alltaf læg. En ekki fara í þetta hérna license authorization.ri eitthvað. Þannig við ræsum með að smetla þarna á. Við sjáum það ræsist upp forritið og það fyrsta sem SPSS spyr hvað ætlar að gera, og þið náttúrulega ráðið svolítið hvað þið ætlar að gera. Þið getið slegið gögn, við ætlum að fara í það síðar, ekki þessari viku. Við getum opnað fyrirliggjandi gagnaskrá eða við getum bara ákveða að skoða hérna kynningarefni eða kennsluefni. Við getum líka bara sagt cancel, ekkert vera að spyrja hvað það gera, ég ætla bara að gera þetta sjálfur. Hér er ég búinn að opna SPSS og málið er það að við getum ekkert gert nema að hafa ykkur gögn. Þannig að ég ætla að sýna ykkur aðra leið sem við notum til þess að opna SPSS. Ég ætla að loka forritinu til þess að geta sýnt ykkur hina leiðina. Hin leiðin er sjálfsagt kunnuleg þegar að þið eruð að vinna til dæmis með Word-skjöl. Þá getið þið tvísmelt á Word-skjali, þá opnast Word-forritið og þetta tiltekna Word-skjal. Þannig að ég ætla að opna hérna skjal sem heitir Heilsa 2007. Sjáum að það tekur smá tíma til að opnast. Þetta tekur smá tíma að opnast. Ég er að reyna að stilla þetta betur inn í gluggan. Þetta er eitthvað tókst að stilla þetta aðeins betur inn í gluggan. Hér sjáum við að SPSS er opið og þetta er nafnið á gögnunum sem við vistaði, sótti á netið, hann vistaði á F-drifið eða H-drifið, heilsa.2007.saf. Það eru hérna niðri tveir mikilvægir flipar, annars vegar DataView og hins vegar Variable View. Við skulum byrja að kíkja á DataView og við bara smellum á hana flipa til þess að skipta. Hérna sjáum við hefðbundna uppsetningu á gögnum í SPSS. Við erum annars vegar með raðir. Raðir er eitthvað sem liggur svona niður hérna. Svo erum við dálka sem ganga hérna niður. Röð 1 er frátekinn fyrir fyrsta einstaklingin. Og við getum séð að kyn þessa einstaklings er 2. Þetta er samt kona. Ég segi ykkur betur á eftir venjunni að það er venja að konur séu númerað 2 en karla 1. Við sjáum að aldur þessara konu árið 2007 var 63, viðkomandi var 66 kíló og 167 sentimetrar. Þannig að hver röð er fyrir tiltekinn einstakling, hver dálkur er fyrir tiltekna breytu eða einkenni á þessum einstakling, eða mælingu á einstakling.
Höldum aðeins áfram að skoðum hvað fleiri í boði. Hér er svipað og í öðrum forritum. Það er ýmsar skipanir sem hægt að gera og hérna er ýmislegt sem hægt að gera við gögnin. Við getum búið til ný gögn. Syntax-skrá er eitthvað sem fyrir mig síðar, output-skrá sjáum við fljótlega, script er eitthvað sem við ætlum ekki að fara í þessu námskeiði. Við getum opnað ný gögn, syntax, output, script er allavega ekki notið í þessu námskeiði. Við getum opnað database sem er ekki skráður fyrir SPSS en SPSS getur lesið annars konar gögn, til dæmis Excel-skjöl eða database gögn ýmiss konar. Og við getum látið SPSS lesa en textaskrá, við getum vista gögnin á okkur tiltekinn hátt, segjum að ég sé búin að breyta þessum gögnum eitthvað, þá geti ég vistað undir nýju nafni. Ég ætla ekki að gera það núna því ég hef engu breytt þar og þarf að eiga þetta undir 2 nöfnum. Ég geti breytt gögnunum í annars konar gagnaskrá. Það er ýmislegt sem hægt er að gera hérna. Þetta hef ég aldrei notað því ég ger ekki þetta heldur. Þannig að það er ýmsar skipanir hérna. Hérna er copy-paste skipanirnar og getur leitað einhverju tilteknu. Það sem við komum til með að vinna mest með er hérna undir Analyze og við komum til með að vinna líka svolítið hérna með Compute og Recode into Different. Þessi skipin Recode into Different, Compute og skipanir hér undir Analyze er það sem við notum mest í þessi námskeiði. Hér eru algenga skipanir sem eru settar upp í svona táknmynd. Sjáum hér, þetta er flýtileið fyrir það sem var hérna á File Open Database. Það er það að gera það líka hér. Hér, ef við breytum gögnunum eitthvað, þá getum við vistað það leið og örkomna breytingar. Þetta sumt af þessu notum við aldrei, sumt af þessu lærum við síðar í námskeiðinu, sumt af þessu lærum við síðar í náminu. Við sjáum hérna það eru hvað er þetta margir, við skulum skoða hvað eru margir einstaklingar. Við rúllum hérna niður gögnin. Við sjáum þetta er mikill fjöldi af einstaklingu sem hafa verið spurður kyn, aldur, hæð og þyngd. Við erum að færast nær endanum. Fimm 913 einstaklingar eru hérna. Það væri alveg hægt að reikna í höndunum meðalaldur þessara sem svöruðu og taki töluverðan tíma að leggja saman allar svo tölur og deila með fjöldanum. Við getum líka beðið SPSS að gera það.